Kæru félagar, kæra vinnuafl, kæra ómissandi fólk. Ég byrja fyrir löngu. Ég man eftir afa mínum, sitjandi við borð, fullt af myndum. Hann með stækkunargler og hann ætlar að nafngreina þær manneskjur sem að gengu árið 1923 fyrstu kröfugöngu alþýðunnar í Reykjavík þann 1. maí. Hann býður mér að nota skoðunarglerið og skoða myndirnar. Hann býður mér að horfa í gegnum gler tímans, hann býður mér í tíma ferðalag. Hann segir mér frá því hvers vegna fólkið á myndunum gekk. Gegn auðvaldi, gegn fátækt, gegn kúgun, fyrir upprisu, fyrir virðingu, fyrir frelsi vinnandi fólks. Vinnan ein skapar auðinn, sögðu þau, og þau voru vinnuaflið. Þau sköpuðu auðinn en voru þó fátæk, en því skildi breyta. Þau sem gengu þekktu sannleikann mannlega tilveru. Til að breyta þarf að berjast. Afi minn segir mér að fólkið sem að gekk fyrstu kröfugöngu alþýðunnar á Íslandi hafi verið hætt og smánað. Hvers vegna? Vegna þess að þau ætluðu að breyta samfélaginu. Öll skildu leggja til eftir getu og öll skildu uppskera eftir þörfum. Kjartan, Héðinn, Þóra, Erlendur, Jónína, Oddur, Þorbjörg, Þórbergur, Hallgrímur. Hallgrímur heldur 1. maíræðu og morgunin eftir búið að drepa öll hænsnin hans. Mér finnst mikið til fólksins á myndunum koma, mér finnst þau hugrakk, falleg og djörf. Þegar tímaferðalagið í gegnum stækkunarglerið á enda, teikna ég mynd af því sem mig langar að gera. Nokkrar manneskjur ganga saman, 2 konur bera borða og á honum stendur sömu laun. Kæra vinnuafl, eflingarmenn og konur vinna langa daga við andlega og líkamlega erfið störf. Eflingarkarlar tilheyra hópi þeirra á Íslandi sem vinna hvað lengstan vinnudag allra. Stór hópur eflingarkvenna í 2 vinnum til að geta séð fyrir sér og börnunum sínum. Þrátt fyrir þetta hefur eflingarfólk skipað sér í framvarðasveit íslenskrar verkalýðsbaráttu. Þrátt fyrir andstöðu andbaráttu fólks og auðvalds hefur eflingarfólk óþreytandi risið upp, barist og unnið sigra. Það mögnuð elja eflingarfólks, fólksins sem ekki var hægt að berja til hlýðni, sem fékk valdastéttina til að taka tillit til hagsmuna okkar og þarfa á þeim vetri sem nú nýliðinn. Það óumdeilanlegur sannleikur málsins. Skref af skrefi hefur eflingarfólk vakið atvinnurekendur og stjórnmálastéttina til vitundar það að kúgun og arðrán á vinnu okkar ekki náttúrulegt ástand, heldur óréttlæti sem við getum og munum rísa upp gegn. Líkt og þau sem á undan okkur gengu gerðu. Kæra ómissandi fólk, mér finnst mikilvægt, mér finnst það aldrei hafa verið mikilvægara en nú að segja að í Eflingu lítum við ávallt á það sem sameinar okkur, aldrei á það sem skilur okkur að. Konur í hefðbundnum kvennastörfum og karlar í hefðbundnum karlastörfum berjast saman hlið við hlið. Ungt fólk og fólk sem unnið hefur alla sína löngu ævi berst saman hlið við hlið. Fólk fætt hér á Íslandi og fólk fætt í Póllandi, Litáen, Rúmeníu, Lettlandi, Filippseyjum, Víetnam, Tælandi, Úkraínu, Spáni, Afganistan, Venezuela, Bretlandi, Portúgal, Króatíu, Bandaríkjunum, Honduras, Ghana og Palestínu stendur saman,
berst saman og sigrar saman, hlið við hlið, hönd í hönd. Við í Eflingu höfnum lyginni að ólíkur uppruni sé vandamál í mannlegum samskiptum. Við sjáum ólíkan uppruna okkar þvert á móti sem einstakan styrkleika, afl ólíkt öllu öðru á landinu, afl sem gerir okkar hörðu og lífsnauðsynlegu stéttabaráttu kraftmikla og markverða. Fjölbreytni okkar og samstaða raunverulegt hreyfiafl breytinga og framfara í íslensku samfélagi. Fylking sem leiðir sókn til frelsis líkt og kveðið var forðum. Kæra verkafólk, eina merkasta manneskja mannkynssögunnar, Frederick Douglass, maðurinn sem frelsaði sjálfan sig úr þrældómi og hófst svo handa við að frelsa aðra, mælti miðja 19. öld þessi orð: ef ekki barist, verða engar framfarir. Þau sem segjast hlynnt frelsinu en afneita upprisinu fólk sem vill uppskeru án þess að þurfa að plægja. Þau vilja regnið án þrumuveðursins. Þau vilja hafið án hins mikla gnís. Baráttan getur verið móralsk, hún getur verið líkamleg og hún getur verið hvoru tveggja, en hún skal vera barátta. Valdhafar láta ekkert eftir nema gegn kröfu. Þeir hafa aldrei gert það og þeir munu aldrei gera það. Kæru alþjóðlegu, fjölbreyttu, ómissandi félagar. Við þau á þessu landi sem halda að hægt sé að breyta óréttlátu þjóðfélagsskipulagi, því sem við búum inn í, einfaldlega vegna þess að við viljum breyta því, vil ég segja þetta: mannfólk getur ekki framið kraftaverk. Það staðreynd sem við verðum að horfast í augu við, hvort sem að okkur líkar betur eða verr. En auðnist okkur sem að raunverulega trúum á óumdeilanlegan rétt hverrar manneskju til að gleðjast, hvílast, njóta lífsins og uppskera eftir þörfum, eftir að hafa sáð eftir getu, auðnist okkur að beisla samstöðuna með því að byggja á mennskunni, getum við breyst í ósigrandi afl. Við getum orðið líkt og náttúruafl sem ekkert getur staðið gegn. Kraftaverk eru ekki möguleg, en ef við stöndum saman þurfum við ekki á þeim að halda. Við mannfólk, sköpuð af náttúru og guði, óendanlega fjölbreytt, eigum það ávallt sameiginlegt, sama hvaðan við komum, sama hvert við förum, að við þolum ekki að vera kúguð. Við þolum ekki að vera undirsett. Við þolum ekki að vera lítilsvirt. Það ástæðan fyrir því að við rísum upp þá og nú. Það ástæðan fyrir því að við setjum fram kröfur efnahagslegt og tilvistarlegt frelsi okkar og félaga okkar, með heilaaflinu okkar, hjartaaflinu okkar og vöðvaaflinu okkar, aflinu sem nærir okkar einstaka kraft, vinnuaflið sem að skapar verðmætin og viðheldur öllu samfélaginu. Vinnuaflið okkar gerir okkur ómissandi og vinnuaflið okkar mun gera okkur ósigrandi. Við vitum að ef við berjumst ekki, getum við ekki unnið. Ef við trúum því að aðrir munu færa okkur það sem við þurfum, verður það aldrei okkar. Það vissu þau sem á undan okkur gengu. Þau lögðu af stað 1. maí árið 1923, ekki vegna þess að það væri auðvelt, nei, þvert á móti. Þau lögðu af stað vegna þess að þau þekktu sannleikann mannlega tilveru. Til að uppskera þarf að sá,
Til þess að fá valdastéttina til að fallast á kröfur alþýðunnar þarf að sameina raddir okkar, svo þær verði sem gnýr hins mikla hafs. Þau sem gengu af stað fyrir 101 ári síðan vissu ekki hvaða sigrar væru mögulegir. Þau vissu aðeins eitt, ef þau legðu ekki af stað, myndi ekkert breytast og við í Eflingu deilum þessari vitneskju með þeim. Kæru félagar, kæra fólk, að lokum tilenga ég fólkinu á Gaza þessar línur úr maístjörnunni. Ég hef ekkert að bjóða, ekki ögn sem ég gef, nema von mín og líf mitt, hvort ég vaki eða sef. Þetta eitt sem þú gafst mér, það allt sem ég hef. Í nafni alþjóðlegrar samstöðu verkafólks og í nafni stjórnar Eflingar sendi ég kveðjur til fólksins í Palestínu. Sálsjúk og spillt valdastétt Vesturveldana vakir yfir og heimilar þjóðarmorð á fólki innilokuðu og án flóttaleiðar. Allir skólar, allir spítalar, allt samfélag fólksins á Gaza hefur verið eyðilagt. Meira en 34.000 manneskjur hafa verið myrtar af ísraelskum stjórnvöldum með stuðningi Bandaríkjanna og valdastéttar Evrópu. Næstum því 15.000 börn hafa verið myrt, næstum því 10.000 konur. Þetta því sem næst óbærilegt. Þjáning fólksins á Gaza okkur ávallt í huga, en við megum ekki fyllast deyfð þegar við stundum frammi fyrir svo skelfilegum atburðum. Við verðum að standa saman og krefjast þess öll sem eitt að íslensk stjórnvöld láti samstundis af sjúkri undirgefni sinni gagnvart Bandaríkjunum og standi með fólkinu í Palestínu og alþjóðavettvangi. Að íslensk stjórnvöld fordæmi glæpi Ísraelsríkis og krefjist samstundis vopnahlés og þess að fólkið í Palestínu fái að lifa frjálst í eigin fagra landi. Lifi frjáls Palestína! Lifi frjáls Palestína! Lifi frjáls Palestína! Takk fyrir.